Jæja, skutnar, velkomin í Gamesýruna. Það er miðvikudagurinn 22. júlí. Móðir mín Helga Kristinsdóttir, hún á afmæli í dag. Shoutout á þessa yndislegu konu. Ungstirnið sjálft. En það er annar stór viðburður í dag sem átti sér stað. Og það er að þið munið öll hérna eftir þessari hérna, UFO 101. Systirinn er komin í hús. UFO 202. Þessi bók hérna, mér barst hún í dag. Þetta er sem sagt eina eintakið á landinu. Kemur í almenna sölu einhvern tímann í kringum, já, alltaf svona rétt fyrir miðjan ágúst. En þetta er sem sagt bók. Hún er jafnþykk, aðeins þykkari kannski. Þetta er systirinn. Sjáuð þetta kombo. Og ef ég renni svona aðeins fljótt yfir kaflana, ég ætla ekki að vera að sýna ykkur kannski eitthvað almennilega í hana, en fyrsti kafli, það eru semst kosmískar 5 mínútur. Annar kafli, plasmanettir eða orbs. Og svo fer ég í örpíplur eða mikrotúbulus og Njarðvík heitir þessi kafli, örpíplur og Njarðvík. Þetta semst hefur með já, þá plasmanetti og örpíplur að gera. Örpíplur eru í frumunum okkar, hver einustu frumu, aðalega taugafrumum. Fjórði kafli, Woodstock. Og 5. kafli, flugmenn og flugöryggi. Þetta er stór kafli, hérna er viðtal við Egil Ibsen, raunverulegt atvik sem átt sér stað, hann er satt flugstjóri hjá ónefndu flugfélagi. 7. kafli, dáleiti flugneminn og skilaboð Vrillon. Þetta er sérst Rafael Pachero Ferez, þessi maður hérna, hann lenti í því að verða brottnuminn á flugi. Mjög athyglisverð saga. Samsæriskenningar, 7. kafli, fáum aldrei leið á því. Krakkarnir í Ariel og Vestal, þetta er sem sagt Close Encounter tilfelli þá í Ariel í Zimbabwe og Vestal í Ástralíu. Þannig voru krakkar sem áttu í hlut. Breytt tímalína á Reykjavíku, þetta hefur sem sagt með tímalínur að gera. Og svo er hérna bara stór kafli, 10. kafli, litlar íslenskar sögur. Þetta er sem sagt samansapn af íslenskum frásögnum og ljósmyndum, auðvitað. Mjög athyglisvert. Og ég segi nú sjálfur frá. Sjáu þetta. Oh my god. Svo er það dimeltriptamín eða DMT, heill kafli tilengaður DMT. Hvorki meira en minna. Og eigin reynslu í þeim efnum. Óeirðin, galdrar og góð matarboð. Þetta er svona, það eru svona kaflar, sem sagt, ég fléttaði köflum inn í bókina sem eru svona, hvað ég að segja, meira svona frá mér komið og opið til túlkunar. Áhugaverðasta og viðamesta íslenska frásögnin, það er sem sagt brottnámið við Lake Shasta. Sönn íslensk saga sem gerðist við Lake Shasta í Kalifornía. Hugljómunar laugardagskvöldi, hver fær ekki slíkar. Vitundarleg pólskipti, það er í gangi, krakkar. Oh my god, ég er svo ánægð með þetta. Hérna, sjáu Truman og Terence McKenna, almaðurinn. Svo erum við komnir hérna í Virginia-málið 1996. Þetta er Roswell, Suður-Ameríku. Heill kafli tilengaður Virginia. Hérna er þetta. Og spurningar tímans. Aftur svona svolítið inn á tímalínur. Og andleg hjáleið eða spiritual eða conspiracial bypassing.
og sjáu þið hérna Krishnamurti, hérna ræðan sem hann hélt í tjaldbúðunum í Ómen, þar sem hann leysti upp kerfið, krakkar. Lucy, hérna, þetta sem sagt kafli sem það sem ég fjalla mögulega genasplæsingu og fram í rauninni, arkitekta hönnun og framleiðslu mannsins, Homo sapiens. Önnur mál frá Suður-Ameríku, sem sagt, ég safnaði saman bara þessum stóru málum frá Suður-Ameríku og skeitaði þeim saman í eitt kafla. Það stórmerkilegt dæmi í Suður-Ameríku, skal ég segja ykkur. Upp af nýra tíma, þar er ég að rekja í rauninni þessa uppljóstrunar sveiflu af hálfu hins opinbera núna á þessu ári. Tengsl sem sagt týndra og látinna starfsmanna, vísindamanna og þessi gagnadropp á war.gov. Svo erum við með Calvin ljósmyndin og það er nú einn frægasta UFO ljósmynd sem til er. Og svo jörðin klofnar og svo fer ég hérna í bakdyrnar. Hvorki meira en minna sem er í lokaorð. En bókin er sem sagt komin út og mér hlakka til að koma þessu í almenna sölu, sem sagt núna bara, til að gefa þessu 2 vikur og eins og ég segi, það er hægt að nálgast mig og fá sem sagt árituð eintök ef út á það að setja, þannig að þið bara vitið hvar þið finnið mig. Allavega, ég er ótrúlega glaður hérna að vera búin að ljúka við þetta verkefni mitt hérna sem er búið að taka mig 18 mánuði og get loksins einhvern veginn bara mögulega sest í helgan stein, sko. Krakkar, þetta var allt og sumt. Ég hérna ákvaði að henda í þetta. Mér bast þetta bara stund milli stríða. Ég keyrði frá Seyðisfirði í gær til Reykjavíkur með einu 15 mínútna stoppi og er að fara á morgun til Ítalíu, eða Sardiníu nánar tiltekið. Þannig að ef þið viljið followa Gamesýruna, þá er það TikTok, UFO Gamesýran eða Þvottahúsið Gamesýran á YouTube. Þykir vænt ykkur, þar til næst. Namaste.